eitthvað lítið eftir held ég. Þetta spila sem að dag heitir Get Lucky og með Daft Punk. En í byrjun það er eitthvað smá tækni vesen hér í gangi, en þó að þema hann sé ekki byrjað, þá er hann mættur. Hann heitir Hjörvar Hafliðason, ég býð hann velkominn. Já, þakka fyrir það. Hvað segir í dag? Já, ég pínu, það er allt í rugli hérna, við lentum í smá tækni. Mér samt þú ætlaðir í Grindavík? Ég ætlaði í Grindavík, en svo bara hringdu gamli félagar mínir úr Eyjum og báðum að koma, og ég gæti ekki svikið þá svona gamla kollega. Nei, ok, en hérna hittur einhverja sem að voru ánægði með lagið þitt? Já, nóg af Eyjamönnum sem hafðu gaman af skipstjórunum í Hollywood. Og hérna það var búið að ræða það að þú verði lamin ef einhver sjóðan myndi hitta þig. Nei, það er eina sem maður veit í Eyjum er að Hjörvar Hafliðason ekki lamið þar. Þeir kissa með allan og knúsa þarna sjómenni. Það er ekkert annað. Þannig þú átti góðan dag með þínu fólki í Eyjum. Já, ég er rosa mikið fyrir þetta á sjómannadagi, menn að þú voru verið þunnur heima og var ég náttúrulega bara þarna í léttuljúra kátur í Eyjum. Nei, ég var í Grindavík í Reipitog. Svíkjalega gaman. En svo er gaman að segja frá því að ég vann kottaslægin í ári í Vestmannaeyjum. Já. En ég hef nú verið betri sjálfur, verð nú að viðurkenna það. En þú ert meiddur. Já, ég kem með þetta kallar maður að harka af sér í vinnunni. Já. Ég skal viðurkenna það að ég var í hádeginu í dag að spá ég að reyna að vera laus við að vera í útvarpinu í dag. Mér finnst það fyndnasta sem ég hef heyrt á ævinni. Á hverju? Að þeir eru illt í öklanum og þú reynir að kríu út frí frá útvarpi. Ekkert að kríu út frí. Mér finnst það geðveikt. Ég ætla að reyna að fá bara mann hérna í minnst það. Mér finnst það geðveikt. En það er ekki að þau mér illt í öklanum, það er af því ég svaf ekkert í nótt. Hey. Fyrir sársauka. Welcome to my world. Stundum er the pain þannig að ég get ekki sofið, sko. Sko, ég reyndar, þetta er svo pirrandi. Ég fór í svona fótbolta í gær, svona einhvern bumbubolta bara. Já. Ég sneri mig svo hrikalítla að þetta hefur bara ekki gerst fyrir mig bara síðan ég var úlingur held ég. Nei. Og ég fann það bara strax, mér leið bara eins og ég hefði brotið á mér öklan, sko. Þú verður átt á því, sko, 33 ára næsta mánuði. You're not a kid anymore. Ég veit allt um það, I'm not a kid anymore, og það kom í ljós í gær. En sko, ég sneri samt alveg upp á öklanum þegar ég var 17 ára. En sko, ert að hrörna mjög hratt. Þú ert maður sem hrörnar mjög hratt, svona. En þú veist það. Þú missir hárið mjög ungur. Já. Og núna eru svona öklin að fara að gefa sig. Ég er búinn að vera með ónefndan ökla. Nei, ég segi að þú ert að hrörna mjög hratt. Snýrur aldrei upp á þessum úrlingur, eða? Og lítið. En þetta var bara í gær, þetta er eitt leiðilegasta gærkvöld sem ég átt. Það var óþolandi. Er þetta ekki bara svona eðlilegt hrörnunarferli? Upp á slís og... Ég veit það ekki. Nú, þú ert að segja mér fyrir eftir hérna. Ég veit það, ég hérna... Og hvað... Þetta vorkunniðin að segja bara ég sé að hrörna hérna. Nei, þetta er svoleiðis harka, þú segir ég get ekki stíð í hana. Það er 95% af fólki landsins að ekki mætti vinna í dag. Með svona ökla. Það er fjórfaldur. Já. Þetta er rosalega líkanlega vinna sem þú ert í. Ég þarf að höra með löppin þetta uppi. Læknirinn sagði það. Bólga það. En til hvers varstu að fara til læknis út af þessu? Til að geta fengið bólguðandi töflur og svona sokk. Setja þrýstinga á þetta. Ok. Ég er yfirleitt, félagi mín kallar mig stundum Rambo. Átti ég ekki að fara til læknis? Nei, ég lækna mig yfirleitt sjálfan, sko. Ok. En ég er svo sem aðeins hundleðilega gamla skóla, maður bara lækna sjálfan sig og sér sér vandamál alltaf sjálfur. Já, en ég er náttúrulega þurfti að fá bólguðandi töflur og svona. Já, ég geta fengið þær hjá mér. Nú, áttu svona? Já, þeir segja mig, sko, ég bryðja bólguðandi, sko, ég er það harður. Já, bara eins og Smarties. Já. Men við erum með fínasta þáttandi ykkur í dag, kæru hlustendur. Þrátt fyrir meiðslin. Þrátt fyrir meiðslin. Ég er ánægð með þau, minn. Ég er að stríða þér, og duglegur. Við erum með Auðun Guðrúnarna, flottulega keppnina á sínum stað, svo sjálfsög með hashtag, hvað heitir hann? Hjötti? Hashtag Hjötti. Já, það er eitthvað nafn þannig í treinendum, ég gleym alltaf hvað það er. Og já, bara svona þið þekkið þetta. Þetta eru 50 þættir en Hjörvar fekk að ákveða fyrsta lagi í þættinum. Ok. Já, þú vildi tileinka mér það? Já, er það komið í lag? Nei, ég kom með það hérna, það var til í kemurinn. Sko, ég fekk nokkra tónlistamenn á Íslandi
til að henda í smá laga því að þú átt við sárt að binda okkur núna. Já. Og gjörðu svo vel eftir. Ákúrat fyrir þig, þú átt við sárt að binda í dag, hefur ekkert sofið. Lagið Hjálpum þeim. Já, Hjálpum blöð heitir þetta lagið í dag. Ok. Þetta heyrist í mér því að headphone hjá mér er eitthvað biluð. Það bara heyrist mjög vel í þér. Já. Tækni bara endalaust að stríða okkur hérna. Það kom það, sérðu tækni undrið. Þú ert alltaf að verða betur og betri í þessu. Ég er búinn að kveikja headphone-inum, það er sem ég gerði. En það er komið að slúðri hér í FM 95 blöð þennan 5. daginn. Ég er með Akapi. Já, Hjörvar er með nýjasta séð og heyrt og svo er ég með eitthvað slúður hérna frá útlöndum. Hvað er svona, er eitthvað það sem stakkaði? Já, náttúrulega. Já, hrikalega gaman að því. Hrikalega gaman að því. Þetta er nú glæsilegt fólk. Já. Myndalegast í bransanum og konan, enn glæsilegri. Já, þau eru bæði alveg hrikalega flott. Og alltaf hress og létt og ljúf og kátt og hans sömuleiðis. Já, hún er líka svona, hún vill alltaf allt fyrir mann gera. Já. Það verður að gefa henni það. Og Björn Hlynur, ég er nú ekki samkynniður maður en ég myndi nú ekki sparka á honum úr rúminu. Herðu. Ekki þá nema til að sofa hjá honum á gólfinu. Svo er Unnur Eggers, heitir hún ekki Unnur Eggert? Unnur Eggert? Já, ekki, ágjöra 10. Unnur Eggert, jú, hann vantar 10. Hann vantar 10 á fórsíðuna. Já. Hún fór á tónleika með Beyoncé og hún er klári í kaffið svart. Hún segist, væri til í að vera gift Jay-Z, segir hún. Já, ok. Þannig að þar vitum við það. Já, hún væri til að vera gift Jay-Z. Já. Gaman því. Það skulum aðeins kannski kíkja á þetta inn í blaðinu, hvað hún segir. Hún er harðir samkeppnið þar við Beyoncé Knowles, hún er Unnur Eggert. Ekki það, getur vel verið að Jay-Z sem mikill aðdáandi Sólveig Sturlu. Já, hún er náttúrulega global. Hún er global? Já. I used to be local, now I'm global. Hætti að vitna í það. Útvarpsmaðurinn Auðun Blöndal hafi kíkt í mat til mömmu sinna sem átti afmæli. Það passar. Það hefur heyrst. Já, er það hann í gula glugganum. Já. Ok. Herru, svo kemur þetta heist hefur að hinn glaðlindi Hemmi Gunn krúti reglulega yfir sig í hjartnam stöðufæslum á Facebook. Já. Þetta hefur verið sett í prentun ekki áður en að þetta ég er ekkert með neitt rosalega slúður hérna sko. Það verður, John Travolta, hann mætti óvænt í brúðkaup í Georgia. Það voru hjón sem er einhverjur gríðalegir John Travolta aðdáendur og voru með eitthvað svona grísþema og það var búið að senda sem sagt honum og umboðsmanni hans og aðstofamanni hellinga tölvupóstum og eitthvað og John Travolta, ég er ánægður með hann skellti sig bara. Mætti bara í brúðkaupið sem leynigestur og tók þátt í þessu öllu saman. Ég verð að gefa John Travolta smá töffaraprik hérna. Ég fíla svona. Herri, svo er ég hérna. Það er svo bara Wayne Rooney myndi allir komið í ammali mitt eða eitthvað. Wow, fagnaði eins á sammali. Wow er. Já, Wow er. Ég sá það. Skúli Mogensen í einhverjum grjótarður ljósbláum jakkafutum. Hann kann alveg að klæða sig sáttabi. Já, hvað er hann að vesla þess að galla? Ég veit það ekki. Ekki hagkaup, það er nokkuð ljóst. Ásgeir Trausti tók lagið. Ásgeir Trausti? Já. Og hérna, og allt brjálað. Grettir þið eitthvað við því? Nei, ég var að segja Ásgeir Trausti hvað? Já, hann er reyngarlega öflugur. Já, ég var ekki að segja neitt sko. Nei. Svo er ég hér með... Nei, stoppa þú nú aðeins. Já. Helgi Ómarsson fór í nefaðgerð. Helgi Ómars? Vinur okkar, hérna hashtag. Já, ok. Trendnet, Helgi vinur okkar. Já, hann er frá Seyðisfirði. Fashion Police. Hann, semst, var í nefaðgerð. Já, ok. Og hérna... Ég veit ekki okkur ég ætti að vita en... Sko, hann var lengi ónægður með sjálfan sig, en lífið breyttist til þess betra eftir afdrifaríka aðgerð. Já, ok. Sko, ég er alltaf að segja, þú vorst ekki að hika við þetta. Fólk er bara þvílíkt ánægt með það. Að fara í nefaðgerð? Já. Ég meina, ákveður... Þetta er sem ég er að segja með þig. Ákveður hendur er ekki eina góða nefaðgerð. Eina sem ég er að pæli, ákveður getum við ekki sett höfuðlegri á þér fram að enni? Skilur hvað við? Já, veistu hver reyndi það eins og niður? Frank de Boer. Heitir hann það ekki? Frank LeBeouf. Já, Frank LeBeouf, já, hérna í Chelsea. Og hann var vist bara með risa ör og öllum hakan. Ég veit, en svo aðgerð hefur verið gert in the 90s. Já, samt með hellinga pening. Núna er 2013. Það er ekki hægt að fokkur svona skallaðagerð. Jú, það er víst hægt. Sér menn, jú, þetta er svona... Wayne Rooney. Já. Fyrir hvað hann geislar að sjálfströsti. Reyndar. En hvað, finnst þið vant upp á sjálfströstið á mér? Já. Já, þetta er nú, þú ert að tala bara illa alla menn sem að hlusta núna og eru í baráttu við skallahjörus. Nei, það fer sumum helviti vel. Nú, fer það mér illa?
Já, þú veist, það ferði á Ertu bara að reyna að vera leiðilegur, svona eins og þú ert búin að vera síðan þátturinn byrjaði? Ég er að stríða þér. Já, nei, þú ert að vera leiðilegur, það er sem þú ert að gera. Þú ert flottur auðvitað mér. Ég ætla að segja hér í lokin af 50 Shades of Grey og þar Emily Clarke, hún ætlaði að leika aðalhlutverkinni og Emily Clarke mitt drekadrottningin í Game of Thrones. Ok. En hún núna að draga sig út úr þessu hlutverki ásamt Mílu Kunis og öðrum leikonum. Þetta þótti svona eftirsóknast að verða hlutverkið í Hollywood en það vist of mikil nekt í myndinni þannig að og í handritinu, þannig að þær orðnar ansi feimnar þessar heitustu leikonur að leika aðalhlutverki í 50 Shades of Grey. Byrju, var ekki einhver önnum mynd sem að Lars von Trier að fara að gera? Það er eitthvað sem að lesa það? Nei. Eitthvað súper, svo Pamela Anderson, hún aftur farin að taka svona myndir sem hún gerði þegar við vorum yngri. Já, og í fínu formi, ef hún að gefa henni það. Já, hún að gefa henni stelpunni það og hún lítur ennþá bara út eins og 96. Já, við ætlum að fara hér núna í örstuð skilaboð og svo ætlum við að rifja hér upp smá atrið með Hemma Gunn eftir öskamastunda. FM 957 ætlar að gefa þér fullt af glæsilegum vinningum. Bara fyrir það eitt að svara í síman. Þú skráði þig í sumarleik FM 957 á heimasíðu FM og 10 sinnum á hverjum degi frá 10. til 21. júní hringjum við einhvern skráðan hlustanda og mokum í hann vinningum. En þú verður að svara rétt. Fylgstu með á FM 957 allan daginn þegar að dagskrárgerðarmenn FM segja þér hvernig þú þarft að svara. Ef þú svarar rétt, til dæmis FM 957 topp tónlistarstöðin, þá gætir þú fengið mánaðarbirgðir af Coco Puffs, risa ísveislu frá Jojo Ís, gjafakörfu frá Durex, mánaðarkort frá World Class eða LG síma úr nýju L-seríunni frá LG. Og ef heppnin með þér, gætir þú í alvörunni fengið alla þessa vinninga. Sumarleikur FM 957. Gleðilegt sumar. Í dag hefst stærsta tónlistarhátíð Íslands sögunar. Ekki missa af Tiny Tempa, Far East Movement, Rudimental, Nicky Romero, Roykshop, Jason Status, Temper Trap, Outlandis, Iggy Azalea og 100 öðrum tónlistaratriðum á Keflavík Music Festival. Miðasala á næstu N1 stöð og á keflavíkmusicfestival.com. Tuborg, Smirnoff og Agent. Stærsti sportbar Hafnarfjarðar opnar á stöðvar og allir íþróttaviðburðir. Heiðar Austmann og Rikki G föstudagskvöld og Alexander Aron og Guðmann Sveins trúpast laugardagskvöld. All in Sportbar. Stakkahraun 1. Þetta kallar á Karlsberg. Ein búð, eitt merki getur bjargað sumrinu. Það eina sem þú þarft að muna Púkinn 101, Laugavegi 86. Háskólinn á Bifröst hefur verið leiðandi í fjarnámi í 13 ár. Viðskiptafræði, HHS og háskólagátt. Bifröst.is. Nú getur þú fengið Apple-fjölskylduna eins og hún leggur sig á lægra verði í tölvulistanum. iPad mini, MacBook Air, iMac, iPad, Mac mini og MacBook Pro. Tölvulistin. Vissuð þið að með smá lánum Kredja lánsupphæðin lögð beint inn á reikningið þinn leið og hefur sendt SMS í... Sendu bara SMS í 1919 og við leggjum inn hjá þér. Kredja, einföld þjónusta. Á föstudagskvöld munu hljómsveitirnar Mammút og Morgan Kane koma fram á tónleikum á Hressó í boði Viking Léttöl. Tónleikarnir hefjast klukkan 10:30 og frítt inn. Fylgstu með dagskránni á Hressó fésbókinni. Áskrifendur í Stöð 2 Vild fá veglegan afslátt hjá samstarfsaðilum Stöðvar 2 í júní. 25% afsláttur af matseðli hjá Ritzó, 20% afslátt af fatarhreinsun hjá Efnalauginni Björg í Mjódd og 12% afslátt af matseðli hjá Ó-Sushi. Kynntu þið þessi og fleiri spennandi vildartilboð nánar inni á stöð2.is. Stöð 2 Vild snillt. FM 957, skemmtigarðurinn Smáralind og Pepsi kynna. Glænýja mynd í 7T bíó. Zombies. Hörkuspennandi og alls ekki fyrir viðkvæma. Þorir þú. Bönnuð innan 12 ára. Myndin verður frumsýnd laugardaginn 8. júní. Nokkrum heppnum FM 957 hlustendum gefst tækifæri til að vera fyrstir til að sjá Zombies. Fylgstu með á FM í vikunni og við getum boðið þér að vera með þeim fyrstu til að sjá myndina. Og Pepsi í Zombie Feeling. Daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott grænt perlunissa?
Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. FM. Ellie Goulding hér með I Need Your Love. Fínasta lag, ég að fíla þetta alveg. Til að hlusta hér á FM 95 Blö og ég held að við ekki farið fram hjá neinum á Íslandi að það lést mikill höfðingi í fyrradag og góður vinur okkar Hjörvars og ég fer nú bara ekkert að því, einn besta manneskja sem ég hef kynst bara á ævi minni, hann Hermann Gunnarsson og við rættum þetta nú lítið í gær við Pétur svo sem en þetta ekkert, ég kann eða ekkert að ræða þetta, ég mjög lélugur í svona og ég ætla bara að viðurkenna það alveg strax hér í þessum þætti. Ég held að sé ekki að kunna að ræða þannig að... Nei, ég eitthvað svo lokaður alltaf og vitlaus maður. Þetta er auðvitað mjög sorglegt að því að auðvitað maður var að hitta hann á hverjum degi þegar maður mætti í vinnuna. Já, hann satt hann að skáa mótið mér í 2 ár. Já, maður mætti oft fyrr á 50 dögum til að heyra gamla sögurfróðurum. Já. Og þetta er náttúrulega kannski, ég vil ekki að segja svona, ég veit ekki hvað maður að segja, þetta er svona mjög svona óumdildur náungi. Maður svona, ef einhver myndi fór eitthvað hallmæla Hermanni Gunnarssoni, þá fekk hann að heyra það. Já, þá bara fannst manni það bara lélegt. Þetta var svona maður, það var eiginlega ekki hægt að vera illa við Hermann Gunn. Nei, hann hlóa öllu sem hann sagði sama hversu ófættið það var, sko. Þú kannst alltaf peppa hann í hlátur. Já, ég man svo vel eftir því þegar vinur minn fór einu sinni í upptöku á þættir Hermann Gunn, hjá Hermann Gunn. Já. Þú veist, fekk að fara í sjónvarpssal og fylgjast með að vera verið að taka þáttunum. Eða hvort hann var í beinni, fekk að vera að fylgjast með. Ég man að ég hef aldrei á ævin orðið jafn öfundsjúkur. Já, þegar hann var að fara í stúdíóið. Já, fór ég á stúdíó og tali með Hermann Gunn. Var það ekki alltaf annað hvernig miðvikudag? Jú, þetta var svona, þú veist, þetta var svona bara allir þeir sem voru þarna í þættinu, sko. Svo voru þarna tala við börnin og... Manstu, þú náttúrulega horfði á þetta? Já, horfði alltaf á þetta. Já, þú veist, það var ekki meistaradiðin á miðvikudaginn þá var bara Hemmi Gunn. Það er líka, sko, það sem að ekkert margir vita er að Hemmi gæti líka verið með hrikalega svartan og skemmtilegan húmor og það er það sem ég ættir að sakna hvað mest er eins og þannig að var rakkan við sveppa hérna á göngunum og kalla hann auðmingi og eitthvað. Það er allavega mikill sjónasvittur og þetta er, eins og ég segi, bara einn yndislegasta manneskja sem hefur kynst. Stórkostlegur íþróttamaður líka, sko, náttúrulega landsmaður í handbolta og fótbolta og svo spila hann einhverjum meistarhúsleiki líka í körfubolta hjá Val, sko. Það var bara í öllu. Það er oft þannig með suma íþróttamenn, það er alveg sama hvað íþrótt þeir taka sér fyrir hendur, þeir verða bara góðir í þeim. Já, við munum eftir í þætti sem var sýndur sem betur verið, hann tók Þórhallur Gunnarsson upp frábæra þætti í vetur, þar sem að rifjar voru upp þessi þættir á tali með Hermann Gunn. Og það var sýnt gamalt innslag þar sem að Hemmi og Eiður Smári er út á Laugardalsvelli, þegar Eiður Smári nýbúinn að skrifa undir á PSV Eindhoven og 15 ára. Og þá er fengið einhver gæi bara til að gefa fyrir og þeir eru svona leika sér að slúta á markið. Hemmi þarna kannski 50, hamrandi allt upp í vinkilinn, stöngin, þetta er ótrúlega, sko. Það er greinlega haft því líka bolta eins og svo var Eiður bara eitthvað að setja þetta beint á markið og í tómu tjónum, Hemmi náttúrulega markaskora að guðsnáð. Þetta er leiðilegt, við ætlum að spila hér eitt innslag sem við tókum upp með Hermann Gunn. Þegar ég hitt alltaf Hemma, þá þóttist ég alltaf að vera dengsi. Og var að æfa dengsan minn á Hemma og Hemma fannst hann alltaf mjög lélur. Já, sem hann var líka og við ætlum að fá... Ég veit ekki hversu lillur hann er. Já, við skulum bara leyfa hlustendum hér að dæma. Þetta er þegar Hjörvar Hafliðason hringdi í Hermann Gunn sem dengsi. Tjekkum á hann. Halló. Blessaður Hemmin. Halló. Dengsi hérna. Er þetta hver? Þetta er dengsi hérna. Er þetta dengsi? Já, það er svo mikið þannig. Já. Og hvað ert þú? Ég er stendur hérna á Akureyri. Á Akureyri? Hvað er það að gera á Akureyri? Ég fann upp Akureyri. Það er svo mikið þannig. Fannst þú upp Akureyri? Já. Það er svo mikið þannig, Hemmi minn. Ertu ekki alltaf í boltanum? Jú, ég er alltaf í boltanum. Ekki? Já, það er svo mikið svoleiðis. Það er svo mikið þannig. Ég er nú alveg gátt að ég held að þurfi nú að æfa aðeins betur á þessu. Ég held að þú myndi ná dengsa. Já, það er svo mikið þannig. Er þetta ekki Hjörvar? Ó, þetta er, hvernig... Ég myndi byrja að taka fyrir eitthvað leif óhefna.
Ja, ég... En hérna, hvernig fannst þessi dengsi á mér? Því að ég hef alltaf verið mjög góður dengsi. Ég hef alltaf verið mjög góður dengsi. Já, það er svo mikið þannig, Hemmi minn. Já. Alltaf er boltanum Hemmi minn. Já, ég held þú... Jú, bara ágættur, jú. En hérna, svo er ég líka með Elsu Lund. Gaman! Nei, ég þóla ekki meira svona í. Er þið dengsi alltaf bara aðeins að heyri þér, Hemmi? Takk kærlega fyrir að svara hún. Leiðu sér á þér. Já. Þetta er fínt að gera smótunum. Já, það sem ég geðning. Það sannast að sama hversu lélegt það var Hemmi gætt leiðið. Þetta er eitthvað vestir dengst, þetta var bara, sko, þetta var eins og brjálbreyki mútum bara. Það er svo mikið þannig. Já, ég hef aðeins verið að dengsa og hann var reyndar varð alltaf betri og betri en Hemmi alltaf að kreista fram einhvern látur einhver staða frá og hérna maður áttir að maður kynntist honum fyrst 99 ég var að spila með Val og hef búin að þekkja mannin síðan og hérna afskaplega var þetta leiðilegt þegar maður heyrði sem fréttir. Já, ríkalegt. Hann var skemmtilegu gæi og hann... Stórkostlega manneskja. Og við sendum fjölskyldu hans og vinum okkar dýpstu samúðarkveðjur. Svona vaksa á mig. Mér finnst þetta bara fínt. Emily Forrest hér með Only Teardrops. Sigurlagi Eurovision núna. Hún er frá Hells Angels bænum Rannes. Er hún? Já. Ok, hvernig finnst þér þetta? Rannes, mér finnst það fínt lag. Er það ekki? Já, þetta er bara ágætis Eurovision lag. Já, mér finnst það líka flottara. Only Teardrops. Only Teardrops. Þetta er bara fínasta lag. Ég var að hrósa þér auðvitað minn að mæta hérna ósvon. Hættu þessu. Nei, ég er að peppa þig. Hættu þessu. Nei, veistu hvað? Ok, þú hlóst á hann. Já, ok, ég var líka stríðaður á hann og veistu hvað, alltaf ég er búin að stríða mikið og fæði samanskupið. Já, þú þarf Já, ok, ég ætla að stríða mér aftur. Ég hérna, en málið það að svefnleysi er ekki djók, sko. Nei. Sem sagt, það er alltaf viðvörunarbjöllur ef að vinuðinn labbar undir naður og segir, heyrðu, auðvitað, ég þarf ekkert lengur að sofa, ég er að sofa svona 2-3 tíma á sólring. Þá veistu, Hvenær lentið þú? Hefur þú lent í? Ég hef alveg lent í að sofa ekkert, sko. Nei. Þú veist, þetta er það mikilvægasta í geðheilsu, er að sofa. Þetta er svona, þú veist, ég dottaði svona korter, svo bara ef að snýrist upp á löppina, þá vaknaði ég. Já, þú verður að passa að sofa í kvöld, nú er ekki að grínast. Ég er ekki að grínast. Því að þú tröflast. Já, ég geta bara endalaust að verkefntöflum. Nei, veistu hvað, ég skal bara, ég skal redda ykkur svona sleep aid dóttir fyrir þig. Komdu með eitthvað kitt handa mér, já. Og og hjálpa að sofna, því að það er stór hættulegt að sofa ekki. Já. Maður verður mjög pirraður og... Ég sett alveg furðu feskurinn og Já, það er alltaf leið með eina nótt, sko. Það geta allir lifað einan, þú veist. En ég fann það líka, sko, eins og þegar ég mætti, þú veist, hádeginu að fara undirbúa og svona. Ég var þreyttur í dag. Það er eitthvað bara þegar maður er komin inn í stúdíóið. Þá er eitthvað gals í manni. Þú ert komin í einhvern karakter. Já, ég er komin í karakter, hérna inni, við erum hérna í þessu stúdíói. En svo bara held ég leiðaði búið og þá erum maður aftur bara. Já, ég man eftir svona fyrstu dagan eftir að litli minn fæddist, þá svaf ég ekki raskat. Af því að ég var alltaf að tjekka hvort það var ekki örugglega að anda. Já, ok. Eitthvað svona, alltaf bara svona, hvað hérna? Hvað stressaður? Eitthvað stressaður. En svo þegar ég vildi fara að sofa, að því hann lá oft upp í rúmi hjá okkur, þá bæði ég alltaf að fara fram í sófan að sofa. Af því ég var alltaf hræddur að ég myndi rúlla mér í. Já, færi á hann. Já. Það er svona paranoia daddy. Já, þú veist, það er 50 centimetra, sko, kríli hérna hliðina á þér. Ég hugsaði bara með mig, sko, nei, herri, ég get ekki sofna með hann hérna hliðina á mér. Ég óttaðist það bara að því að ég er ferðamaður í svefni, sko. Þið rúllaði bara á hann. Já, ég bara einhvern veginn, ég hugsaði bara með Hjörvar! Það var hann bara undir. Já, ég er að segja það. Þannig að ég svaf held ég ekkert svona neitt rosalega mikið þarna fyrstu vikuna. Já. Og varstu þá að vera geðugur, eða? Nei, ég var ekki að vera neitt geðugur en þú veist, það er bara ekkert spes og svo ekki neitt, sko. Ég fatt að samt þegar ég sagði þér þegar þú komst í vinnu náðan, þegar ég sagði þér að ég hefði verið að spá í að taka frí, ég hefði aldrei átt að segja það. Mér finnst það auðvitað, þú fara í útvarp og þetta degi í öklanum. En við þurfum að fara hér í Örstuð skilaboð, svo er það sturlaða staðreyndir, flottilega keppnin, Auðun Guðrúnar, heitt og kallt og já, þið þekkið þetta kallt. Hljómsveitirnar Casio Fazzo, Morgan Kane, Mojo Boutique, Resort City og Scarlett munu koma fram á Gamla Gauknum föstudaginn 7. júní. Húsið opnar klukkan 21 en fyrsta band á svið klukkan 22. Bara 500 kall inn og rennur allur ágóði til uppbyggilegra málefna. Hús DJ-in sé svo taktinn til lokunar. Trillt tilboð á barnum.
Í dag hefst stærsta tónlistarhátíð Íslands sögunar. Ekki missa af Tiny Tempa, Far East Movement, Rudimental, Nicky Romero, Roykshop, Jason Status, Temper Trap, Outlandis, Iggy Azalea og 100 öðrum tónlistaratriðum á Keflavík Music Festival. Miðasala á næstu N1 stöð og á keflavíkmusicfestival.com, Tuborg, Smirnoff og ATX.is. Háskólinn á Bifröst hefur verið leiðandi í fjarnámi í 13 ár. Viðskiptafræði, HHS og háskólagátt. Bifröst.is. Á föstudagskvöld munu hljómsveitirnar Mammút og Morgan Kane koma fram á tónleikum á Hressó í boði Viking Léttum. Tónleikarnir hefjast klukkan 10:30 og frítt inn. Fylgstu með dagskráni á Hressó fésbókinni. Thule og Náman kynna í samvinnu við Senu, Jeff Dunham og heimstúrin óspektir á almannafæri í höllinni. Aukasýning staðfest klukkan 11 sama kvöld. Dude, what? Where's your other hand? Miðasalan á nýju sýninguna hefst 5. 13. júní klukkan 10. Síðast seldist upp á ógnarhraða þannig að nú þarf að hafa hraðar hendur. Jeff Dunham og heimstúrin óspektir á almannafæri í höllinni. Náman, Thule og Sena. Við elskum grín. Þarftu lán? Ertu viss? Ef skynsemin segir þér að þú þurfir örugglega lán, farðu þá á Múla.is. Ást, friður og Múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. Samviskulausar freistingar. Gló, yfir náttúrulegu veitingastaður. Hvaða dýr vildi Ragnhildur Steinunn helst vera? Sverrir Þór Sverrisson stýrir glænýjum skemmtiþætti fyrir alla fjölskylduna á Stöð 2 í sumar. Besta svarið hefst 14. júní. Stöð 2 í leiftrandi Áskerpu. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Ötti Blö og Hjöppi K í FM 95 Blö. Þetta eru þeir Arash og Sean Paul með She Makes Me Go. Já, einhver lucky lady að núti Hjöppi sem að makes you go? Oh. Já, Jennifer Lopez. Okay. Jennifer Lopez. Jennifer Lopez. Hvernig myndir þú reyna við Jennifer Lopez? Hvernig myndi ég reyna við hana? Það var ekki löngu búið að henda mér það út sem hún væri ef ég væri þar búin að taka myndir af mér og... Nei, hvernig myndi ég reyna við hann? Ég góð spurning. Excellent question, Hjöppi. Hvernig myndi maður, er hún að sýna mér eitthvað áhuga? Hún er 43 ára. Já, hún er eitthvað að dansa og eitthvað svona. Já, ég veit það ekki, myndi ég hendi í dans? Nei, ég kann ekki dansa. Ég myndi reyna að segja henni bara ég væri frá Íslandi eða eitthvað, ég myndi reyna að nýta með það. Ég myndi ljúga að ég væri svíi. Þú ert reynda svolítið svíjalegur. Ég á líka mikið af svona sænskum fötum. Ég er svona á mikið af raflórengalum og svona, þannig ég geti þóstur að svíi. Og ég myndi líklega kynna mig sem Henrik Ikea. Henrik, já, segja þú ætti Ikea, það væri sonur hans. Hún er alveg, what? Henrik Ikea, my father is Magnus Ikea. Oh, the furniture, eitthvað svona. En hvað, ok, þannig að þú ert í rauninni bara að reyna að fá að hanga með henni eitt kvöld. Þetta er ekki eitthvað ástarsamband. Heldur hún komið svo ekkert að því og heiti Hjörvar Hafliðason og sett frá Íslandi og sett að vinna við Pepsi-mörkjum með Hötta Magg. Jú, en hérna, kemur bara ljós einna. Þegar hún orðin ástækinu. Þannig, ég ætla kannski ekki kynna mig sem Henrik Ikea. Ég ætla að vera af því að sonur minn heiti Henrik. Ég ætla að kalla mig þá, hvað var pabbi minn, var Magnus Ikea. Og Hjörvar Ikea? Nei, ég myndi, Jóhann Ikea. Ég er ekki búin að hugsa þetta. Er þetta ekki alltaf gott? Jú, þetta er bara fín aðferð þér. Þykist vera úr Ikea-fjölskyldunni. Þetta er fín leið til að komast að Jennifer Lopez, en það er eins og að komið hér að Hjöppi. Sturluðum staðarind. Rétt þér. Og eru þær nógu sturlaðar? Já, þær eru nokkuð sturlaðar í dag. Það voru frábærar í gær hjá okkur Pésa. Ég meina sturlaðar staðarind fyrir þig. Hvað meina? Jennifer Lopez er 43 ára. Hefur sér nýja myndbandu með henni og Pitbull? Er hún 43 ára? Já, hún lítur vel út. Pitbull tók hana þegar hún var í ræsinu gjössanlega með allt niður sig. Jennifer Lopez hefur alltaf verið á toppnum. This 3 of 5, let's make music. Hættu þessari Pitbull. Nei, en þetta er ótrúlega hvernig þessi gæi tók hana
Það var að gefa Pitbull það. Pitbull verið dauður eftir 2 ár. Mark my words. Já, einmitt. Hann er bara búin að... Þess að ég var að hugsa þarna þegar hann tók lagið með Christina Aguilera daginn og segja, shit, hann á ekki til að toppa þetta þessu ári. Þá kemur hann bara núna með þetta nýja lag með Jennifer Lopez. Öll lögin hans eru eins. Ok, hlustum á eftir aðeins á Jennifer Lopez lagi með hann. Þú getur sett það. Það er eins og að koma að stjórnum staðröndum. Mýðis. Ok, ertu tilbúin? Já. Það var hringt 91 sinni í lögguna við gerð myndarinnar Borat. Já. Alec, 91 sinni. Það er slatti. Yes. Hann var líka sko, hann var alltaf verið að gríta honum í fangilsi og hann var lamin og hann lagði helling á sig, hann sagði sér bara hann komum fyrir þessa mynd. Já, maður náttúrulega veit ekki hvað er leikþóttur og hvað var alveg, sko. Nei, já, sumt að þessu kannski leiki. Elvis Presley hataði John Lennon. Sturlu staðrind. Ok, þá verð ég að viðkynna, þá verð ég líka að hata John Lennon. Ertu meiri Presley maður en John Lennon með Beatles maður? Ég er einn harðast Elvis maður landsins, sko. Þú? Ég stundu kallaðar Elvis. Er það ekki Gulli landsliðsmarkur? Hann er ekki rosalegur Elvis-hatandi. Þú veist, hann heldur upp ótrúlustu hluti, sko, en ég held mjög mikið upp Elvis. Já, ok. Hvað er upp á Elvis-lagið þetta? In the ghetto. Ok. En þitt? Mitt ætla sé ekki Jailhouse Rock. Sikarlágt kemur með gýrin. Svo er hérna næsta. Það er kónguló í Brasilíu sem gefur þér 5 til 8 tíma stampinu ef hún býtur þig. Okay. Það er eitthvað eins og stendur in her venom. Þetta er svona býður upp á einhvern svona góðum brandara. Já, eitthvað svona klám eitthvað. Nei, hérna. En þetta er líka samt sko... Þetta er að býta þig á henni, eða? Þetta er samt ömuleg afsökun. Ef út í það er farið. Segir mér sért bara eitthvað staðar það sem að... Hefur lent í því að félagin kíkir upp en það á alls ekki við. Nei. Nei, ok. Svona kontról. Já, ég hef ekki kontról á honum alltaf. En hérna... Þetta er ömuleg afsökun, bara hvað, ertu í stuði ástæð mín? Já, það var einhver helvítis kónguló sem veit með hann, ég er búin að vera svona í 8 tíma. Já, nei, ég bara svona bull, bara næsta. Næsta, kona feikar fullnægingu ef henni þykir væntu þig og, já, þér er ekki að takast það sjálfum. Þannig að, sko, samkvæmt sturlunum staðrindum, þá er það ekki diss ef að kona þykist fá það. Já. Heldur er hún að gera af væntum þykju svo að þér líði ekki illa. Ok. Er þú mikið sjálfur í því að feika fullnægingu? Er ég? Já. Nei, minna. Ok. Ég oftast bara... Alveg? Herru, að hættum þessu. Hérna, næsta. Sköllóttur maður, þetta er nú alveg fyrir þig hérna, svo getur ég gert grína mér. Sköllóttur maður fekk hárið aftur eftir að hafa orðið fyrir eldingu. Og reyndu menn þetta eitthvað, sko... eitthvað svona tilunastar sem er eftir þetta. Þegar ég stríðir á skallanum. Þú veist, tekur því eitthvað inn á þig? Er þetta ekki þetta skallagrín þitt? Er það ekki bara svona auðveld leið til að fá lótur? Já, það er löngu. Ég tók að inn á mig 2005. Já. En þú veist, þetta er orðið nokkur ár. Þú veist, í dag þá horfur þú bara í speilinni með skalla. Mér er alveg sama. Já, ég sverða við, mér er drullu sama, en auðvitað myndi ég vilja hár, fattar þú, þetta er alltaf þannig, ég ætla að sé þannig með alla sem er ekki með hár, sko. Já, en þú veist, þú segir bara, heyrðu, tegir úr lífið, ég er með skalla, þú veist, og ég ætla bara að hafa gaman að því, þú veist, ég er bara mættur undir að... Ég er allavega ekki að fara að elta eldingar. Nei, ég segi það, þú segir bara sjálf á því, þú veist, ég er með skalla, bara, ég lifi bara með því. Já, þetta er bara svo þú með freknurnar. Já, þú veist, þú ert ekki að fara að taka þér að þér. Hvorki ég nýja Pamela Andersson erum að gera það. Heldur. Hörðu, svona næsta. 92% popla, já þetta, ég ætla að ræða þetta þessu, ég er ekki alveg sammála þessu. En 92% popla að fjalla Kynlíf. Er ekki svolítið, þetta er allt of há talað, ekki? I guess it rains down in Africa. Já, þetta er rigningar í Afríku, má ég sjá. Bara hvað var síðasta lag sem makes me go... Jú, það er undan fjallar Kynlíf. En eins og hérna... Hvaða lag var undan því hérna hjá okkur? Only Teardrops, það fjallar undan sambandslita, ekki Kynlíf. Já, hérna... I Need Your Love var þar undan. Jú, herðu, það er kannski svolítið til í þessu. Nei. Svo hérna... Fara undan... Get Lucky, with Daft Punk. Segðu samt, ég er að fara yfir poplög núna. Þetta er, herru, Live It Up. Það er auðvitað Kynlíf líka. Allavega, ég er ekki viss að sé 92% það er slatti. En Roxette-lagið It Must Have Been Love. Það er ekki poplag, það er rólegt og fallegt lag. Er það ekki pop music? Nei. Það er pop music. Pop music er í dag eins og, veist, allt sem við erum að spila hérna FM. En She's Got The Look með Roxette. Það er ekki heldur poplag. Ó, ég held að það væri pop music. Nei, það er bara eins og, hérna, þú veist, Bruno Mars og þetta. Þetta eru pop artists. Svo kemur hér næsta. Kakkalakkar hlaupa, já þetta var líka svolítið skemmtilegt. Kakkalakkar, þeir hlaupa svona í öryggi eða safety og þrífa sig eftir að hafa komist í snertingu við fólk. Ok.
svona alveg svo við gerum ef þú snertir kakkalaka Já, bara þegar ég er búin að snerta hund og það er beint sem þæmur. Og það gera kakkalaka líka, mér finnst það mjög fyndið. Þetta er mjög fyndið, já, ég er sammála því. Þeir fara bara eitthvað svona baku þetta. Svo er það næsta, sumir eiga aðeins Svanir. Já. Svanir eiga aðeins einn maka alla sína ævi og eiga til að deyja á ástarsorg þegar makinn þeirra deyr. Já, það er mjög fallegt. Já. Þetta er nú svona... Við ættum nú kannski bara að taka svaninn okkar til fyrirmynda. Þú ert nettur svanur, eða ekki, Hjörvar? Jú. Nei, ekki. Það er þetta svans eðli í mér. En... Já. Ég klúraði. Við sko sem fá næstu. Þú ert engin svanur. Jú. Harpaxophiliac er sá sem að örfast kynferðislega við tilhugsun að vera rændur. Ok, kynferðislega? Já. Þetta er enda sko... Það er alltaf, þú veist, fólk eru svo steikt að það er hægt að finna eitthvað fyrir alla. Já, ég meina, ég og Pétur Jóhann lásum í gær hérna í Sturlunar staðreyndum að það var eitthvað svipa á þetta sem að það er fólk sem örfast kynferðislega við að sjá aðra gráta. Það er nú svona aðeins verra. Það er ógeðslegt. Já, bara horfiður. Það er tvær eftir. Simpansar, sæljón og fílar eru öll... Hvað er að gerast hérna? Eru öll með betra minni en mannsfólki. Ok. En náttúrulega mannsfólki er náttúrulega með misgott minni. True. En fíllinn man allt, eða ekki? Jó, og simpansar eru vist rosalega líka. Ég vissi ekki með sæljón. Vist það að koma skemmtur óvart að simpansar séu svona... Já, ég sá það á einhverjum þætti á RÚV daginn. Og bara, hann mundi allt simpansinn, sko. Og rosalegt. Og hvað þá? Var það að vera að spyrja hann eitthvað svona... Fekk hann þá byrjunarlið Manchester United á móti Bayern 99 og átti síðan að muna 14 ára setna? Já, veist það ekki líklegt. Þegar kemur síðasta, við löpum 10% hraðar núna en við gerðum árið 1994. 10% hraðar? Já. Og svo var ég að hugsa eitt núna daginn. Já. Af því að markastærðin í fótboltanum, 4-4-4 sinni 2-4-4, var búin til þegar að maðurinn var 10 cm lægri en hann er í dag að meðaltali. Já, við erum búin að stækka. Ættum við þá ekki að stækka mörkin? Nei. Er það ekki fleiri mörk í fótboltanum? Já, en svona öll metin og allt þetta var það ekki leiðilegt. Sko, en var ekki til í samt að öll skotin sem að fara í stöngina myndi fara inn? Já, púlararnir hefði endað að svo var að síðast í tímbili, það er nokkuð ljóst. Þetta voru sturla staðreyndir, einhver sem stóð upp úr hjá. Þetta með að simpansar séu svona minnuðir, ég held að þetta væri algjöru kjá... 957 ætlar að gefa þér fullt af glæsilegum minningum. Bara fyrir það eitt að svara í síman. Þú skráði þig í sumarleik FM 957 á heimasíðu FM og 10 sinnum á hverjum degi frá 10. til 21. júní hringjum við eitthvað skráðan hlustanda og mókum nýjan minningum. En þú verður að svara rétt. Fylgstu með á FM 957 allan daginn þegar að dagskrárgerðarmenn FM segja þér hvernig þú þarft að svara. Ef þú svarar rétt, til dæmis FM 957 topp tónlistarstöðin, þá gætir þú fengið mánaðarbyrðir af Coco Puffs, risa ísveislu frá Jojo Ís, gjafakörfu frá Durex, mánaðarkort frá World Class eða LG síma úr nýju L-seríunum frá LG. Og ef heppnin er með þér, gætir þú í alvörunni fengið alla þessa vinninga. Sumarleikur FM 957. Gleðilegt sumar. Shell og Bílaklúbbur Akureyrar kynna. Shell Bíladagar 2013, dagana 14. til 17. júní á Akureyri. Keppt verður á sérhannaðri keppnisbraut. Götuspyrna, drift, Auto X, Burnout, græjukeppni og bílasýning. Tryggðu þér miða á næstu þjónustustöð Shell eða á heimasíðu Bílaklúbbs Akureyrar á ba.is. Shell, fáðu sem mest út úr hverjum dropa. Í dag hefst stærsta tónlistarhátíð Íslands sögunar. Ekki missa af Tiny Tempa, Far East Movement, Rudimental, Nicky Romero, Roykshop, Jason Status, Temper Trap, Outlandis, Iggy Azalea og 100 öðrum tónlistaratriðum á Keflavík Music Festival. Miðasala á næstu N1 stöð og á keflavíkmusicfestival.com, Tuborg, Smirnoff og Ajax.is. Óvænt útgjöld setja oft strik í reikningin. Hjá Hraðbenningum getur þú fengið lán hratt og örugglega. Við hjálpum þér að brúa bilið. Hraðbenningar.is. Á föstudagskvöld munur hljómsveitirnar Mammút og Morgan Kane koma fram á tónleikum á Hressó í boði Viking Léttum. Tónleikarnir hefjast klukkan 10:30 og er frítt inn. Fylgstu með dagskráni á Hressó fésbókinni. Ísland mætir Slóveníu í undankeppni HM karlalandsliða á Laugardalsvelli á föstudag klukkan 19. Tryggðu þér miða tímalega á ksi.is og miði.is. Styðjum strákana okkar í toppbaráttunni í riðlinum. Allir á völlin. KSI. Vertu á verði.
Taktu myndir af verðhækkunum með farsímanum og sendu á vertuáverði.is. Stöndum saman og rjúfum vítahring verðbólgunnar. Efling stéttarfélag. Komdu út að leika. Í Intersport færðu bolta, vassbyssur, hjólabretti, hjólaskauta, hjól, hjálma og margt fleira til þess að gera sumarið ennþá skemmtilegra. Intersport. Alvöru sport. Allir elska Diðrikssons. Ódýru, rándýru útifugl. Ein myrkasta sjónvarpsþáttaröð síðari tíma snýr aftur á Stöð 2. The Killing hefst á sunnudaginn. Stöð 2 í liftrandi áskerpu. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Þið að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Auður Blöndal og Hjörvar Hafleðarsson í 5. stuði með ykkur kæru hlustendur. Og það komin tíma á að veluna ykkur hlustendur. Við ætlum að gefa hér bíómiða. Það nokkri miðar hér á The Internship og það ekki eftir neina bíó. Það bara að hringja í 511 0957. Ef að þið langar í bíó, ég ætla að opna þetta fyrir síman. Nafn, já. Auðun Guðrúnarsson hér. Nafniðinn. Blessaður. Blessaður, þú kannski kannast við mig. Ég fyrsti maður sem nefndur eftir móður minni. Þú kannast þetta í seinna nafni. Hér á Íslandi. Og síðan þá hafa mörg hundruð Íslandingar tekið þetta upp eftir mér. Það er meðal mennisku Heiðar Helgursson. Erðu nafnið, þú hefur sagt mér þetta of oft. Vilt þú miða á The Internship eða? Nei, ég ætlaði nú að ræða önnur mál. Hvað? Ég ætlaði nú að segja það. Ég kom með nafn á nýju ríkisstjórnina, þá Sigmund og Bjarna. Nú? Ég kalla það einfallega Dömmer. Jájá, það er frábært nafn þegar. Það sem við kallum þessa menn, þetta eru náttúrulega glæpmenn. Já, hérna... Ég ætla að ræða eitt baráttumál okkar Vinstri grænna. Við höfum verið að berjast fyrir netlöggu. Já, með mitt. Þetta internet stórhættulegt. Og það eitthvað sem við þetta gleymast ekki að óttast að þessi netlögga verður aldrei til staða. Nei, það ekki... Veistu hvað, mér finnst svo ótrúlegt að ég veit að þetta trufla. Ég ekki klámhundur. Hæ? Fyrir venjulega menn eins og mig. Ég ekki klámhundur. Þá ég óttaslegin. Já. Ég get sagt þér það, ég fór á tvöfaldar gunshowmovies.com og borgaði einhverja $23 á mánuði og ég get hort að fólk hissa á hvort annað á netinu. Hvað? Er þetta eðlilegt? Hvað þetta að fara inn á svona síður? Þetta opið öllum. Nei, þetta... Það enginn til að fylgjast með manni þarna. Ég get verið að horfa þetta allan daginn. Já, akkur tekur ekki bara $23 þinn og kaupið lifandi vísindi eitthvað? Verður ekki að horfa fólk pissa á hvort annað? Hæ? Ég hef ekki eftir því. Jú, ef þú myndir sleppa og horfa fólk mjög á hvort annað á netinu. Ég verður að fá fylgjast með hvað fólk að gera. Nei, það bara minn réttur í þessu samfélagi að fá fylgjast með því. Það kalla mig klámund og þú ert að horfa á fólk. Herru, bara Auðun, það var fínt að heyri. Viltu bíó með það? Ég að segja það Auðun, að ef ekkert verður gert, að það allir andskotasjörna. Já. Og þess vegna þarf að fá netlögreglu strax. Já, ég skal bara... Við þarfum að fá netlögreglu strax, af því að vefur eins og gunshowmovies.com. Hvað vilt að ég geri? Nei, ég að segja, þú þarf bara að borga $23 á mánuði. Já, en... Þá getur að horta á þann viðbjóð sem þú vilt. Er það eðlilegt? Auðun, ég sitt hérna í FM 957 stúdíun, ég að gefa mið á nýjustu myndinu með Owen Wilson. Finnst þér eðlilegt? Þetta bara spurning til þín. Finnst þér eðlilegt að fólk sé að gera fyrir hvort annað? Viltu mið á Internship með Owen Wilson og Vince Vaughn eða? Finnst þér eðlilegt Auðun Blöndal að fólk sé að hafa sér svona? Nei, auðvitað finnst mér þetta við... Ég og skýta á hvort annað. Og finnst þér eðlilegt að sé nóg að borga $22-$23 á mánuði og þá sé þetta að horfa á þetta? Hvað vilt að ég geri? Nei, þetta er alveg dæmigert fyrir þig. Hvað vilt að ég geri? Já, það þarf að setja af stað netlögreglu. Já, ringdu eitthvað annað. Ég veit alveg magna hvernig sjálfstæðisflokkurinn hefur komist upp með það ár eftir ár að leyfa klám
Herðu. Alveg magnað. Já, bara gaman að heyra þér. Ég kalla þetta ekki sjálfstæðisflokkinn. Ég kalla þetta klámflokkinn. Glæsilegt, gaman að heyra. Þú færð ekki einu svona miða á myndina. Ég ætla ekki að gera þetta. Þetta var nafnið minn Auðun Guðrúnarsson Distasakon og hann hafði komist að inn. Ég skal við gefum bara miða hér á eftir. Já, nokkra miða. Við opnum fyrir síma aftur hér á eftir. Auðun Blöndal og Hjörvar Hafliðarsson hér í FM 95 Blu. Það með ykkur til 6 í dag. Farrell í svo lagi líka, ekki? Já. Hann í öllu núna. Pharrell. Pharrell, já. Veistu hvað hljómsveitin hans heitir? Pharrell? Já. Nei. NERD. Já, þetta eru svona derhúr í... I'm from NERD. Það hins vegar komið hér að flottu lagakeppninni hér í FM 95 Blu og eins og glöggjulustin vita þá eru farnir að vera með svona þema á hverjum 50 degi og þema í dag er Keflavík Music Festival hér. Já. Við vorum sammála það. Óli Geir búinn að henda í veislu hér fyrir okkur Íslendinga í Keflavík sem að byrjar einmitt í kvöld. Þetta er afskaplega metnaðarfullt og vel gert hjá hann. Þetta er auðvitað í mekka íslenska tónlistar sem er auðvitað Keflavík. Já, það er alltaf gaman að koma í Keflavík. Ég meina þarna er bara svona íslensk tónlistarsaga náttúrulega er afskaplega tengd Keflavík. Keflvíkingar hafa verið svona tónlistarbær Íslands. Já. Er það ekki hægt að segja það? Jú, þannig að þetta vonandi komið til að vera Keflavík Music Festival. Og náttúrulega kóngurinn í bransanum er auðvitað Óli Geir núna. Hann er náttúrulega sá duglegast í að halda upp Berlin og Barcelona. Já, ég meina ef þú vilt fróðudiskó eða hoppukastala þá ringir í hann en svo verðist hann vera svona farin að setja aðeins meiri metna þetta núna með Ég held að þurfa ekki alltaf að tala einhverju kaltænum Óli Geir. Ég er alls ekki að tala, hann kom hérna til okkar á föstudaginn og ég rósa hann mikið. Já, þetta er greinilega mjög öflugur náungi. Það voru bara að gefa hann það. Þeir voru 2 í þessu til að byrja með, þannig að þetta er ansi magnað. Ég er að segja það, þannig að þetta er vel gert hjá hann og við ætlum að reyna að hafa besta lagi með einhverju bandi tengt þessu... Já, kostum að það má vera íslenskt og erlent. Þannig að... Ég reyndar var að sjá núna hvaða band er hérna, sko. Hvaða band? Ég hefði viljað setja nýja lagi á hana með XXX og Rottweiler hundum. Já. Þetta búin að heyra það? Já. Veist hvernig við rúllum? Það er ríkilega flott. Það er mitt við spilum það hérna eftir. Já, Maradona getur steik fyrir og eftir leik. Já. Það er helviti gott. En þú varst búin að velja annað, ætlar að standa við það? Já, ég er bara stend við allt sem ég geri. Ok, þú fórst illa út úr flottulegakeppninni í síðustu viku? Já. Það var sjóara þema. Sjóara þema var þetta og skipstjórinn í Hollywood tapaði. Já, hvort viltu byrja það eftir? Mér er alveg sama. Byrjað þú bara. Þið er alltaf sama samt að ég byrja. Ég ætla sko... Það kom bara ekkert annað til greina hjá mér. Ég hef alltaf reynd að velja eitthvað svona gömul flott lög í hérna flottulegakeppninni. Farið svona aftur í tíman. Ég er svolítið fyrir það eins og ég lægi á leiðinni heim og svona. En þegar ég átti að velja flottasta lagi sem verður á Keflavík Music Festival þá kom bara þetta lag til greina hjá mér. Þannig að ég ætla að spila á þetta er gríðarlega vinsælt á stöðin í dag og þetta er flottasta lagið að mínum mati á þessari hátíð og þetta er mitt framlag hér í flottulegakeppninni. Music Festival þema hjá okkur. Þetta lag er í kvöld í Keflavík. Þetta er Rudimental og lagið Waiting All Night. Þetta band er sem bara hérna í Keflavík núna. Já, ég varði að setja þetta lag því að mér finnst það hrikalega flott. Já, þetta er hansi metnafullt og verulega vel gert. Þá er það Hjöppin. Hvað ákvað Hjöppin að splæsa í flottulegakeppninni? Keflavík Music Festival þemaðinu okkar. Já, ég hef stundum talað sjálf mig sem elsta Justin Bieber fan á Íslandi. Það var nú eiginlega bara svona eitt lag sem olli því að ég var mikill Bieber maður. Þetta er vel gert þegar þið var að gefa það. Ég veit hvað lag þetta var hendi í fyrsta tengt með Keflavík Music Festival. Já, sérstaklega líka því ég er mikill svona vinur the Asian population. Þú veist, þá er þetta hérna það er bara... Það er ekki allir vinir the Asian population? Já, ekki eins og ég. Ekki eins og þú? Hefur farið með mér á asískan veitingastað einhvers staðar í heiminum? Já. Hefur séð hvernig þið taka á móti mér? They love me there. Bara eins og okkur öllum hinum? Nei, ekkert eins og öllum hinum. Ok. They love me over there. Þú hefur farið með mér á Bantai? Já. Ég meina Tómas er góðu vinur okkar. Já, en allt staffið, það er bara einhvern veginn... Það eru Íslandingar að vinna á það. Herðu okkur, hvað heitir lagið? Af því ég er náttúrulega Bieber fan og vinur the Asian community. Þá er þetta The Far East Movement og lagið I wanna live. Þetta er líka Keflavík. Já, þetta er geggjalag. Þetta er sumasmellurinn í fyrra, maður. Þetta er gott lag. Í
Flottulega keppninni. Keflavík Music Festival þema hjá okkur. Þetta Far East Movement sem eru víst lendir í Keflavík samkvæmt Facebookina Óla Geirs. Og ég var með Waiting All Night með Rudimental, en þetta er í ykkar höndum, kæru hlustendur. 511-0957. Fyrstur upp í 5 atkvæði vinnur þessa keppni. Þannig að nú opnum við bara fyrir síman og spyrjum hvort lagi fannst ég flottara, kæri hlustandi. Herðu, það er hann Utti. Það er Utti. Hvaðan á landinu ertu að ringja? Ég er að ringja á Reykjavík. Þú ert að ringja á Reykjavíkinni? Já, þú ert ánað með Rudimental-lagi. Já, ég elskar Rudimental. Já, þetta er alveg geggja lag, maður. Ég er samanlega þarna. Takk kærlega fyrir þetta. Já, takk. Ok, það er 1-0 hér og við fáum næsta hlustanda FM. Já, góðan dag. Góðan daginn. Hvaðan ertu að ringja á landinu? Hæ? Hvaðan ertu að ringja á landinu? Ég er að ringja á Reykjavík. Þú ert að ringja úr Reykjavíkinni? Hvað er verið að brasa? Ég er bara í vinninni. Vinnur, hvað er það að vinna? Samskip. Samskip, glæsilegt. Hvort lagið fannst þér flottara? Utti. Já, Rudimental að koma sterkur hérna inn núna, ánæði með þetta. Takk hérlega fyrir það. Takk mál. Ok. Það er 2-0 og við fáum. Meiri eimskipsmaður hann. FM, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn, hvað segir þú? Þetta er alveg maður. Hvað er þetta að ringja á landinu? Ég er í Ólafsvík. Ólafsvíkinni. Og hvort lagið fannst þér flottara? Það er Justin Bieber, maður. Það er Bieberinn og Far East Movement. Hvernig er annars viðrar á okkur í Ólafsvík? Það er búið að rigna þessi daginn, en það er alltaf leið núna. Bestu kveður vestur á land? Það er sól, já. Og voru að senda kveðu? Já, ég sendi kveðu. Ok, það er 2-1, Hjöpinn komin á blað. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hvort lagið fannst þér flottara? Ég var ná að hugsa um að þegar Ötti var að byrja á sínu lagi, hverju spilar hann ekki Bieberinn á eftir. Það kom Bieberinn allir, ég verði ekki að velja Bieberinn. Þetta voru 2 topplög, ég var að viðurkenna það. Þetta voru 2 topplög. Eins mikið að ég þól ekki Bieberinn og það var allir samt að velja. En ég fannst þetta ekki skemmtilegt. Nú, já. Akkaði fyrir þetta. Takk samt fyrir að ringja. Akkaði fyrir þetta. Ok. Það er 2-2 spenni í þessu FM. Já, halló. Halló, hvað segir þú? Ég ætla að velja Bieberinn. Það er Bieber, herru, hvað? Þú ert svona Bieber-stelpa. Já, allaveg. Er það aðdáðandi hans? Er það aðdáðandi Biebers? Já, mjög mikill. Já, glæsilegt. Glæsilegt. Við líka að leiðina á Keflavík Music Festival. Ertu á lausu eins og Hjöppi? Já. Glæsilegt. 2 Bieber aðdáðandur. Skemmtilegt. Við hefum að finna hvort annað þarna í Keflavík. Já. Glæsilegt. Takk hérlega. Já, bæ. Ok, Hjöppi, þú ert komin yfir í þessu maður. Já. FM. Já. Já, blessaður. Blessaður. Hvaðan ert þú að ringja á landinu? Ég er bara að ringja á Reykjavíkinni. Jæja. Og hvort lagið fannst þér flottara? Það er spurningin. Ekki sáðu þið geimfaran sem var að lappa á kringum Alþingishúsið í dag? Nei. Veistu með því? Það er alveg skemmtilegt. Ég verð að gefa auðvitað þetta. Það er ekkert nefn að balansa þetta út. Já, 3-3, það er Rudimental. Takk hérlega, Unnur. Ekkert mál. Þessi er hess. Já, ég var einhver geimfari að lappa þar. FM. Ég mista því. Já, góða kvöldi. Góða kvöldi. Góðan daginn. Já. Þetta voru 2 mjög góð lög. Samanlega. Báður greinlega In It To Win It. Algjörlega. En ég verð að gefa Auðunni Blöndal þetta. Þarna þekki ég, þá var ég einu frá sig. Fallega gert þar, hann svaf ekki í nótt. Ég verð að spyrja, ertu maður að sjá myndbandi við þetta laga? Já, með að misti löppina. Já, hversu myndbandi er það? Það er hrikalega flott. Ég get líka leita svolítið til þess, því að ég er hálf lappabrotin sjálfur. Og afsaka þetta, hann getur tengt við þetta. Það er leita. Takk fyrir að hringja, Unnur. Ok, bye. Komið 4-3, getið tryggt með sigur. FM. Hæ. Ég ætla að taka... Hvað segir? Ég ætla að taka... Hún sagði auðvita. Nei. Hún sagði ég ætla að taka auðvita. Þetta er grínast auðvita. Nei, ok. FM. Halló. Já, góðan dag. Góðan daginn. Góðan daginn, meistari. Þú miklu meistari. Það er klárt að hér var þar mitt aðkvæði. Hvað er þetta? Þú miklu meistari. Hvaðan er svona snillingur að hringja? Ég er frá Akranesi. Já, það er skagamaður. Skilaðu kveð á skagan. Já, ég gerir það. Léttur ljúr og kátur. 4-4, þá er það bara úrslita atkvæðið. Hver vann flottulega keppnin í dag? Kæri hlustandi. Heyrðu, það er klálega Justin Bieber. Það var laglegt, enn eitt sigurinn í þessu lífi. Allan tíman, sko. Ég held ég að mist sigur atkvæðið mitt þarna. Ég heyri að þarna er glæsileg sjálfstæð kona. Hvaðan ertu að hringja af landinu? Heyrðu, ég er í Reykjavík. Ég elskar Reykjavík. Hvar í Reykjavík ertu? Þú þarft að hýta sleikja mig upp, ég er búin að gefa hann atkvæðið mitt. Já, nákvæmlega. Hvar er Reykjavík? Ertu í Árbænum?
Nei, ég ekki á bænum. Ég hjá Kringlunni bara. Fannst þið Live My Life? Finnst þér það flottara heldur en Waiting All Night? Já, allan tíman. Takk samt fyrir að hringja. Takk fyrir þetta. Ok, bye. 5-4 gat ekki verið jafnara. Við ætlum að fara yfir í skilaboð og svo það heitt og kalt. Veist það, ég held ég að mist Sigur Atkvæðamitt. Hún sagði auktið því. Sagði það ekki? Þetta alveg heimskil. Já, ég heyrði það ekki. Ég hafði unnið þá. Þú veist að ég heiðarlegasti maður sem þú þekkir. Segir það ekki, en þú ert heiðarlegur engu á sig. Árið 1909 gastu ekki leyst krossgátu. Það skiptir þig engu máli. 1909 skiptir þig máli. 1909.is þegar þig vantar smá lán. 1909. Bernesósa fabrikunar fæst í Hagkaup. Það ekki sama hvernig bernesósa bragðast því lífið of stutt fyrir vonda bernesósu. Hamborgarafabrikan í Hagkaup. Óvænt útgjöld setja oft strik í reikningin. Hjá Hraðbeiningum getur þú fengið lán hratt og örugglega. Við hjálpum þér að brúa bilið. Hraðbeiningar.is. Thule og Náman kynna í samvinnu við Senu, Jeff Dunham og heimstúrin óspektir á almannafæri í höllinni. Aukasýning staðfest klukkan 11 sama kvöld. Dude, what? Where's your other hand? Miðasalan á nýju sýninguna hefst 5. 13. júní klukkan 10. Síðast seldist upp á ógnar hraða þannig að nú þarf að hafa hraðar hendur. Jeff Dunham og heimstúrin óspektir á almannafæri í höllinni. Náman, Thule og Sena. Við elskum grín. Vissu þið að smálum kredi Sendu bara SMS í 1919 og við leggjum inn hjá þér. Kredja, einföld þjónusta. Við á Gló höfum opið frá 11 til 21 alla virka daga. Gló, yfir náttúrulegu veitingastaður. Blúðfjölskyldan undirbýr stórkostlega endurkomu í sjónvarpið. Arrested Development hefst 14. júní á Stöð 2. Stöð 2 í leiftrandi háskerpu. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Boltasmára 1, Kópavogi. Hversu gott grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Topp tónlistarstöðin FM. Reykjavík, Sódóma, Reykjavík, Bogota, Nókóla, mátt bóka, allt kóka. Kóngan djók sem við köstum dói, rámi kók, drekk mig í gól fyrir 12. Set kokk, ég á spilastokk, stjörnustelpur, champion frog. Vil ekkert smá vel á þér, í háskerp og hátt ég. Eins og Hjörtur Hásir, þessi bás að fá sér. Nóa nópal og nóru tím, nóa vatn og B-vitamin. Stanna shades, rauðu Gatorade, Maradona ég stig fyrir og eftirleik. Dúkur skítur drasli reitt, höst og face, býð svo heim. Smetla dreik og dætt í sleik. Bóta pappa, stráka grei og laumi gei, seg ekki breyk. Ó nei homie, ég svo self-made. Ó nei homie, ég svo self-made. Ó nei homie, ég svo self-made. Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar og kúlum. Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar og kúlum. Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar og kúlum. Kallar og kettlingum og kettlingar og kúlum. Kettlingar og kúlum, kettlingar og kúlum. Þú veist hvernig við rúlum, kallar og kamagrá, kettlingar og súlum. Kallar og kettlingum og kettlingar og kúlum. Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar og kúlum. Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar og kúlum. Kallar og kettlingum og kettlingar og kúlum. Kettlingar og kúlum, kettlingar og kúlum. Þú veist hvernig við rúlum, kallar og kamagrá, kettlingar og súlum. Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar og kúlum. Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar og kúlum. Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar og kúlum. Kallar og kettlingum og kettlingar og kúlum. Kettlingar og kúlum, kettlingar og kúlum. Þú veist hvernig við rúlum, kallar og kamagrá, kettlingar og súlum. Þú veist hvernig við rúlum. Við rúlum nú ekki alveg svona, Hjörvar, en við rúlum flottsamt, einhvað að séður.
Það eitthvað svona bónustýl yfir hvernig við erum að rúla þess staðan, sko. Með miður, það verður bara það er gaman að spóla hérna einhver 6 ára aftur í tíman. Reyndar, nei, ég myndi ekki vilja spóla. Ég man eftir þessum degi, akkurat fyrir 6 árum síðan, þá fekk ég vandrarlegasta mark á mig sem ég fengi á henni. 7 árum síðan, segi ég. Á þessum degi? Ára mútið KR? Já, hefur séð það? Nei, ég hef hefðið tala um það. Hvað gerðist? Það kemur svona sending, svona stungusending inn fyrir og ég ætla bara hlaupa út. Það var í Vesturbænum? Já, hlaupa út úr markinu og ég ætla að negla mig burtu. En málið er það, þegar ég hlaupa og að fara að negla mig burtu, þá fæ ég þessa frábæra hugmynd að rekja hann bara inn í teig. Skilur hvað við? Þú máttu alveg taka með höndum, ekki? Jú, ég mátti ég var komin langt út úr teignum. Ætla að rekja hann bara inn í teig, svona draga hann með mér inn í svona einfaldast sem hún gerir í fótbolta, draga með bolta. Það er mikil rigning þarna. Ég einhvern veginn ætla að fara að draga hann með mér inn í marki, búin að snúa mér að eigin marki, renn. Kemur Bjöggi, tekur Fúsa og Greta Hjarta. Það með boltan og skori í aukt markið. Hvernig fór leikur? Töfum við leiknum 3-2, þetta er úrslitamarkið. Ég er ekkert að grínast í þér. Hvernig? Það var svona svefnlaus nótt eins og þú varst upplegað. Já, sko, ég var með svefnlausa nóttina út af sársauka, sko, ekki út af aulaskap. Eins og ég segi, sko, sársauki er ekki eitthvað svona, sko, illt eitthvað starf. Sársauki er hérna inni, sko. Hvernig getur þið líst hvernig leið þetta leiki? Hvernig varst í klefunni til þetta? Sagður eitthvað? Sagður eitthvað sorgistur ákveðna? Nei, ég sagði ekki neitt. Setti bara hausinn niður og bara var að vonast til að eitthvað bara jörðu myndi glefa mig, sko. Bara, þetta var hrikalegt, sko. Við vorum líka í fallbaráttu. Sko, þjálfarinn okkur var rekinn 2 umferðum síðar, sko. Já, sem að þú tókst inn á þig þá bara? Ég, auðvitað berði ábyrgð á þig og þú skýtur svona beigtæm á þig og svo koma svona stór úrslit sem eru þér að kenna á stóran hátt. Þegar þú veist, það er fyrir mjög sérstaka menn að vilja vera í marki. Ég myndi ekki vilja að barnið mitt færi í mark. Bara því að þetta er lang erfiða staðan, bara andlega. Og bara verður frekar frammi, þá máttu klúðra öllu sem þetta dettur í hug og það læja. Skora svo bara í lokin? Svo skora bara í lokin og þetta er rosa hetja og svona, sko. En þú getur spilað vel í 92 mínútur í marki. Varstu búinn að spila vel fram að þessu? Já, ég er bara búinn að solid, bara allt á hreinu. En svo alveg drullaði ég upp á bakana, þannig að það verður að hafa það. Er þetta, ferðu svo langt að segja þetta sé bara með svona vandræðilegri momentum á æviðinu? Jú, ég held að segja. Ég reyndar einu sem týndi ég bolt upp í sólinn í Árbænum, sko. Það var bara eins og bara... Það tengist allt fótbolta bara sem þú lent í vandræðilega? Nei, þú veist, ég er að taka svona fótboltengt, en hérna, það var algjör viðbjóður. En talandi um fótbolta, er ekki allir búin að koma sér með á Íslands Lófi? Það er, ég ætla rétt að vona það. Er ekki að orðið uppselt á völlinu? Það hlýtur að vera, eða bara alveg að vera uppselt. Það er náttúrulega, þú veist... Fyrir það þá eru að fara að klappa þarna í mínútu fyrir snillingum Hemma Gunn og það er bara föstudagur, það er sumar og Íslandi hefur aldrei átt jafn mikinn séns bara, held ég. Algjörlega, og hérna, það verður, held ég, hrikalega gaman Laugardalsvellinum á morgun. Við þurfum reyndar þetta. Við þurfum að losa okkur við hlaupabrautina. Já, við þurfum bara að byggja nýjan völl. Við þurfum bara að búa til svona völl sem getur verið nálægt og verið stemning. Þetta er ekki sagt með einhverja vanvirðingu á frjálsíþróttafólk, það er bara, eins og þú segir, það er betra að gera það bara annan völl, því að það myndast ekki nóg mikil stemming þegar það er svona hlaupabraut. Það þarf ekki að gera neitt nýjan völl fyrir frjálsíþróttir. Það, sko, áhorfendameti í dag fyrir frjálsíþróttir eru 36. Það mæti ekki fleiri en 36 á frjálsíþróttamót. Er það svona fáir? Það er enginn á. Það hlýtur náttúrulega fjölskylda og svona að mæta. Ég kannski mamma og pappi mæti, en þú veist, þú ert náttúrulega með hlaupabrautir í Kópavoginum og þú ert með þetta í Mosfelli. Þannig að þú þarft ekki að hafa þetta líka á Laugardalsvellinum. Það er alveg feiki næga aðstæða fyrir frjálsíþróttir. Það myndi, þetta er miklu meiri grifja ef við erum með 10.000 manns alveg ofan í. Þetta er náttúrulega engin grifja. Þú þarft, ef þú ert í gömlu stúkunni, upprunalegu stúkunni, þá þarft í raun og veru að vera með kíki ef þú ætlar á völlin, til að sjá almennilega inn á hann. Það er svolítið skemmtilega að vera hinum einn, sem er svona gamla nýja stúkan, þú veist. Já, sínarstúkan gamla. Já, sínarstúkan gamla, já. Hún einhvern veginn, þú ert aðeins nær þar. Er maður meira á vellinu þá? Já, þá ertu miklu meira á vellinu, sko. Og upplifir völlin aðeins betur þar. En ég meina, auðvitað ætti bara KSÍ að taka saman og klára Kaplakrika. Kaplakriki er svona grifja, kemur svona niður, rosa gaman að hafa landsleikina bara þar. Já, hafa bara klára það. Það er eina sem er sorglegt þetta góða er í, að skildi ekki hafa skili eftir sig flottum fótboltavöll. Já, men hvað segir, fótboltaspekingurinn Hjörvar Hafliðason, er Ísland að fara að vinna á Slóveníu á morgun? Ég held að þetta sé bara verið mjög erfitt. Við erum náttúrulega, sko, svona... Unnið það úti? Það vantar þetta Gylfa, sem skoraði bæði. Gylfa Þór Sigurðsson sem að auðvitað vann bara... Kláraði þann leik. En við erum svolítið veikir í bakvarðarstöðum og vörnin er pínu veik og maður veit ekki alveg hvernig það stillir liðinu upp.
Hann virðist ekki halda neitt sérstaklega upp á eitt markaðasta leikmann Hollands í deildinni Alfreð Finnbogason. Það var svolítið aðeinsvægt að sjá hvað hann gerir við framlínuna og að sjá Guri heldur hann byrja ná þá að Eiður og Kolbeinn byrji. Ég veit það ekki, ég hallast að hann byrji með Alfreð og Kolbeinn. Já, líklega. Ég myndi að frekar halda það sko að því að hlutverk Eiðs hjá Brugge var að koma inn á, en ég myndi frekar halda að Eiður kemur þá inn á eftir einhvern klukkutíma leik eða hvernig sem það en það er alltaf erfitt að lesa í þetta. Hvernig heldur þú þetta að fari? Ég held að þetta fari 1-1 í miður eins mikið og ég væri til í sigur. Já, en það er samt svona... Væri jafntefli ágætis úrslit þetta? Já. Samt heima var. Það er rosa góður andi í þessu íslenska liði í dag. Þetta eru meiri töffara í dag heldur en hafa verið. Þetta er þessi... Við getum bara lett okkur að segja þetta er klámkynsluðin, hún er komin núna og hún ber ekki virðingu fyrir einu eða neinu og þeir bara eru miklu harðari heldur en við Kópavogskæðinni sko. Er ég Kópavogskæði? Þú ert Kópavogskæðinni. Ói, hvað er leilt. Þú vilt ekki vera henni sko. Nei, ég nennið ekki. Nei, ég er að segja, en þessi gæðir, þeir fóru inn á stórmóti fótbolta. Já. Þannig að þeir eru svolítið aldnir uppi að vinna. Já, sem er gott fyrir okkur. Ég held að, þú veist... Við kemum alltaf til að vera svo út með. Já, þú veist, og eins klikkað og hljómar, þá er það raunhæfur möguleiki að við Íslandingar séum að fara til Brasilíu. Það er ekkert langt frá því. Eru við þá eitthvað að fara til Brasilíu félagarnir? Vá. Það er leikur á morgun Ísland. Slóvenía hér eftir örskamma stund hins vegar Brasilíu á næsta ári. Heitt og kall. Miðnæturopnun Smáralindar í kvöld. Fjöldinn allur af frábærum tilboðum. Lærðu að gera krabís, sjáðu ótrúleg töfrabröð og meiri háttar skemmtikrafta. DJ Yamaha, Lusing, Kiriyama Family, Valdimar Guðmundsson og mögnuð Bollywood-danssýning. Sjáumst í Smáralind í kvöld. Stærsti sportbar Hafnarfjarðar opnar á morgun. Yfir 3000 stöðvar og allir íþróttaviðburðir. Heiðar Austmann og Rikki G. föstudagskvöld og Alexander Aron og Guðmann Sveins trúpast laugardagskvöld. All in sportbar. Stakkarhrauni 1. Þetta kallar á Karlsberg. Öll þau ágreiningsmál sem við stöndum frammi fyrir hægt að leysa með því að sýna hvort öðru virðingu. Ísafold, félag ungs fólks gegn ESB-ald xnei.is styður þannig boðskap. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Þeir eru að hlusta hér á Auðun Blöndal og Hjörvar Hafliðarsson þennan 5. daginn. Það er, hvað er ekki, 7. júní. Bubbi Mortens og afmæli í dag. Já. Til hamingju með daginn, Bubbi, þú ert að hlusta. Sem er ólíklegt. Þegar ég var að tala með hann ógeðslega dag hérna fyrir 7 árum síðan, þá var hann einmitt að halda upp á 50 afmæli sitt í Laugardalshöllinni. Já, þú fengst á þetta vippa mark. Já. Já, ok. Það er eins og að komið hér að dagskólið sem er alltaf á 50 dögum hjá okkur Hjörvari. Skulum fá, trailer. Ert þú að velta fyrir þér hvað er heitt og hvað sé kalt? Þá ert þú að hlusta á réttan þátt. Hvað er heitt í dag? Nei, hvað er kalt í dag? Það er kannski stóra spurningin. Hver getur svarað þér? Er einhver sem getur sagt mig hvað er heitt og hvað er kalt? Hæ, þetta er Hjötti hérna frá Hashtag Fashion. Ég ætla að segja ykkur alla 50 daga hvað sé heitt og hvað er kalt, hvað er in og what's out. Endilega hlusti. Heitt. Kalt. Hann er mynd mættur hér að Hjötti frá Hashtag Fashion. Hjötti, verður velkominn. Takk, má ég tala vinnilega? Ég skal reyna, já. Takk. Herri, þú vilt vita hvað er heitt og hvað er kalt? Að sjálfsögum, hvað er heitt í dag og hvað er kalt hér? Byrjum bara einu heitu. Hvað er með það? Það er reiðhjól. Heitt. Á hverju er reiðhjól heitt? Bara, umhverfisvæðin skemmtileg og gaman að ferðast bæinn á reiðhjóli. Vel mælt. Hvað er kalt? Bílar. Kalt. Á hverju eru þeir kaldir? Já, þeir eru bara, þú veist, skemma plönturnar og eru bara dýrir og leiðilegir og ósexy. Já, gott svar. Hvað, ertu með eitthvað meira en okkur? Já, fyrir ykkur sem hafa gaman að hlusta tónlist, það er meitt heitt fyrir ykkur. Hvað er með það? Það er vínillinn. Heitt? Já, vínillinn, hann er klassískur maður. Allir eiga bara að draga fram gamla plötuspilarnir frá missinni og byrja að spila. En maður á ekki plötuspila? Retta sér. Retta sér, ok. Hvað er kalt? Fara bara í góða hirðinni eða eitthvað. Ég fer rosa mikið í góða hirðin. Já, ég heyri það hér í heitt og kalt. Heyri það sem er skítkalt núna og er bara kaldar en þú veist, fristikista, CD.
Geisladiskur. Kall. Já, ok, hann svona kaldur. Já, hann skítkaldur okkur núna. Ok, enda held ég að séu flestir hættir að hlusta á diska. Heyrðu, svo það meira sem heitt. Hvað maður? Það sem heitt núna eru cozy hettupeysur. Heitt, vá. Hvernig kóður svona gamlar, það er bara... Já, bara einhverja cozy hettupeysur, bara í einhverjum svona skemmtilegum litum. Hvað er kallt? Tébólir. Kallt. Þú minnist að það hverju þætti hér? Það er bara, þú veist, þetta verður bara kaldara og kaldara og kaldara. Þú veist, þetta er að vera alveg skítkallt. Tébólir. Það er að hætta gangi í tébólum. Ég myndi fara að gera það. Kannski fara að vera meira í skyrtum eða vaffhálsmálus. Ok. Heyrðu, það sem er heitt, farið sund. Heitt. Já. Það er alltaf bara, það klikkar ekki. Nei, það er með bönnunum og... Heyrðu, það sem er kallt, það er bláa lónið. Kallt? Bláa lónið er samt alltaf flott. Já, það er samt skít kallt akkurat núna. Það er rándýrt, það er, þú veist, hárið að vera ógustættar og það er bara eitthvað skítut við þetta. Geti ekki verið samanlegar. Ég er mikill bláa lónsmaður. En þú veist heldur ekki hvað er heitt og kallt. Nei, reyndar ég er ekki hjötti frá hashtag-fæsin. Heyrðu, heitt. Kallt. Heitt, viltu veitu hvað er heitt? Heitt, hvað er með það? Swiss mokka. Heitt, já, frábært. Það er svona okkar drikkur sem við erum inni í dag. Þetta er ekki eitthvað svona kaffibólli? Jú. Æði. Heyrðu, það sem er kallt, það eru gervigóstrykkir. Kallt? Hvað eru gervigóstrykkir? Það er bara, þú veist, svona... Sigurskættið drikkið það? Já. Sko, svona tróðfullir af gerviefnum. Það eru skítkaldir okkur. Okkur eru það kaldir? Bara, þeir eru vondir fyrir húðuna þína. Verða eftir í líkamannum. Hvað sagður að vera heitt? Swiss mokka? Já. Heitt karlmennska. Heitt. Það er ekkert sem að kveikir meir í fólki, hvort sem það er í öðrum karlmennum eða konum heldur en alvöru karlmennska. Kveikir það í þér? Ég get svo sem ekki sagt að kveiki mér en ég hef heyrt það frá vinkonum mínum að það kveiki virkilega alvöru karlmennska. Akkur fyrst minnst það að kveiki þér? Ég veit það ekki. Kveikir það ekki þér? Nei, en það sem er kallt eru fullkomni kallmenn sem væla. Kall? Sem að væla yfir einhverjum svona smá meiðslum eða eymslum og eru allan daginn og allir eiga vorkenni. Það er einhvern veginn... Já. Það er svona það sem er svona kallt. Kallt, já. Þannig að það er svona það allra kaldast í dag. Það eru svona kallmenn sem er einhvern veginn bara alltaf að grenja yfir engu sem skiptir máli en eru samt bara að grenja. Einmitt. Eins og yfir hverju? Bara, þú veist... Treföldum ökla eða eitthvað svoleiðis, eða? Já, eða bara illt í hálsinum eða eitthvað svona. Bara, þú veist, grow up og verið smá kallmenn, sko. Ekki bara vera væli yfir skemmdum ökla eða illt í hálsinum eða klæjar í löppina, sko. Já, ok. Það er sem kallt. Þetta var komið hér í dag, eða? Þetta var sem bara heitt og kallt. Já, takk aðeinslega fyrir það. Þakkum Hjötta hashtag-fæsjan gælaði fyrir komina. Megi hann geta þessum út í frís. Já, þú þarft að sofa í nótt. Það er vel, en við ætlum að gefa hér... Ætlar að horfa á NBA í nótt? Ég er andvaka, já. Já, ég kannski hringi í hálfleik og kannski fæði rúla á þig og reyna að svæfa þig eða það gengur ekki. Já, gott að svæfðu mig með þessum pakkaðinum. Ég er með svefnpakka fyrir þig. Hérna, nú er það miðillinn Hjörvar Hafliðarsson sem ætlar að gefa bíómiða. Já. Við erum með nokkra miða hér á The Internship sem er einmitt að koma í Smárabíó. Hún er forsýnd 10. júní klukkan 8 í Smárabíó og þetta eru þeir Vince Vaughn og Owen Wilson sem að slóðu einmitt í gegn í Wedding Crashers. Já. Og, já... Þú ætlar að kynna hérna miðil, eða ekki? Já, sem að ég get talað við fólk að handan. Já, það er ekkert allir sem vissi það. Nei, það er ekki allir sem finna það og þeir sem að hérna hringja hérna og þurfa aðeins að taka smá miðils. Það er ekki tveir sem fá þetta. Jó, viljum að gefa þeim. Tjekkum á þessum. FM, góðan daginn. Sælinur. Sælinur. Vinur. Hjörvar. Hvað heitir þú? Þú ert heitt. Ég er heitt. Ég er líka miðill. Hvað heitir þú með leyfi? Daniel, takk. Það er komin til minn hérna eldri maður sem þekkir þið, Daniel. Nú? Og hann spyr hvað er í gangi með kvennamálin og hlær, er ekki allt í order? Bara alltaf réttar, sko. Eða ekki? Já. Hann hlær voða mikið þegar hann hugsa konumálin hjá þér. Aha. Já. Þetta er eldri maður, kannastu við hvernig ég er að tala? Geta þetta verið langa við? Það veit ég ekkert, við þekkjum bara núli. Ertu eitthvað að hugsa ferðalög eða?
Eitthvað, aðeins. Já, hann talar eitthvað um eitthvað ferðalag sem þú átt að hugsa og þú átt að fara í það. Já, bara morgun bara. Já, allan bara þegar að þú treystið þig til. Ok. Herru, já, Daniel, hvað son ertu? Viðarsson. Hvernig fannst þetta, Daniel minn? Hvað sér þið? Hvernig fannst þér að fara til svona miðils? Ég veit ekki, ég trúi ekki á svona. Nei, en þarna, sástu hvað hann hitt á það sem þú varst að hugsa? Sagði ferðalag, gamall maður sem að þú potið, minna þú átt langa það var allt rétt þarna. Aha, ekki með kvennamálin. Nú er það ekkert í neinu rugli? Nei, neinu. Hann vildi meina það? Já, þú bara með allt vitast. Hann var að segja mér þetta, þetta er ekki ég sem var að tala, sko. Fárðu valega, Daniel, þú ert ekki búin að tryggja það með hana? Ok. Herðu, þú 2 miða og sækir á þetta byrskaptali. Alright. Segðu mér eitt, eru viniðinir aldrei með grínið borgaði mannunum, Daniel? Ha? Taka viniðinir aldrei á þig, borgaði mannunum, Daniel? Nei. Nei, ok. Þú teppin á að setja ekki vinnu minn. Takk fyrir að ringja og sækir þetta. Ok, bye. Veistu, fattaði þú tenginguna? Jú, er þetta ekki nýtt lífið þetta allíf? Já, rétt er. FM, góðan daginn. Þannig að eru ennþá með miðan? Já, heyrðu. Hvað segirðu, hvað heitirðu? Fannar. Fannar, hvað er son? Hrafnsson. Fannar Hrafnsson. Fannar. Já. Ég er komin í sambandi hérna með eldri konu. Já. Og hún hlær svolítið þegar hún veit að þú ert á línunni. Já. Þú átt að halda áfram í skóla, sko, segir hún og hlær. Ha? Já. Kannastu við þetta? Kannastu við þetta? Já. Er það? Hún hlær alveg ógulega núna. Já. Erðu hún er svo eitthvað að segja, byrju, ertu eitthvað að pæla í íþróttum okkur núna? Og ræktinni? Ertu eitthvað að pæla í þessu hannar? Já. Já, hún segir að hún er að fara varlega. Varlega í ræktinni? Já, ekki ógera þér. Já. Getur þú tengt við þetta eða? Ha? Getur þú tengt við þetta? Já, þetta er mamma mín. Já, hún hlær mikið og segir að halda áfram að borða ég mikið. Takk fyrir að ringja. Takk fyrir þetta, Fannar minn. Þú átt 2 með það. Og sækir það upp í skattalið. Sækir það upp í 365 á morgun, skattalið. Ok, takk Fannar minn. Það var gott. Ok, bye. Mér er þetta nú bara að vera að hitta naglan á höfuð þarna, Hjörvar. Já, það er rosalega sérstakt eftir að ég fatt að ég hefði þennan eiginleika. Hvernig fattar þú að vera í miðl? Ég raun og veru bara í fyrradag. Þá hringdi sem sagt félagi minn í mig. Já, bara ég eða? Nei. Og ég sagði, herru, shit, það er komin einhver annar á línuna. Og sá var alltaf að tala við mig. Það er alltaf komið að lokum hér hjá okkur Hjörvar. Þetta gerist bara allt í einu. Akkurat, það er komið að lokum hér hjá okkur Hjörvari. Við erum aðeins eftir að fara í lagið á leiðinni heim. Það er hellingur að vera í kvöld fyrir ákveða saman. Það er NBA, fyrsti leikurinn í seríu hjá San Antonio Spurs og Miami Heat. Go Heat. Þinn maður Chris Bosh þar. Já, Chris Bosh, einn af the big three í Miami. Hann, Dwayne Wade og LeBron James. Já, svo er það landsleikurinn á morgun Íslands-Slovéni ef það eigi ekki miða endilega farið og fá okkur miða. Við þurfum að fylla völlin. Hvort heldur þú með the Miami Heat eða the San Antonio Spurs? Æ, mér er eiginlega slett sama. Bara fá skemmtilega leiki. Já. Ég held með the Miami Heat. Sveimi það, ég held það ekki bara með San Antonio til að halda ekki með samanlið. Við kveðjum hér í dag. Hjöppi, takk fyrir daginn. Takk fyrir daginn og hugsaðu nú ágætlega sjálfnaði einu sinni. Settu sjálfnaði í fyrsta seti í eitt skipti. Ég ætla að gera það í kvöld. Ég ætla heim, ég ætla að setja löppina mér á kotta og reyna að sofna snemma. Við verðum mættir hér á morgun klukkan 4, ég og Egill. Fá einhverja dömu til að hugsa það um þig núna. Er það ekki? Dömu til að hugsa mig? Já. Nei, ég er sýstuðin eða móðin eða eitthvað til að hjálpa þér að þú sett ekki að ganga á bólgnum. Þetta er ekkert vesen, Hjörvar. Ég hoppa upp í bíl núna, hann er sjálfskiptur. Kemur heim, panta með pítsu og ligg upp í sofa. Ok, fyrir ekki að ég skildi vera að hugsa vel um þig. Fyrir ekki, það er greinlega glebur. Það er alltaf takk fyrir daginn. Rikki G. mættur, takk ég vel á móti á honum. Vilt þú kynna einn lagi á leiðinni heim, Hjörvar? Þú veist nú að hafa puttan í því að þú vannst flottulega keppnina. Já, ég ætla að leyfa mér að kynna til leiks eina mínum uppáhaldsljónstum. Þetta er sænska hljónstinn Roxette og ég ætla að fara á tónleika með Roxette áður en að ég vera allur. Ég held að þau séu hætt. Þau byrja alltaf aftur. Þetta er gammalt og gott. Já, þetta heitir hlusta á hjartaðitt og ég ætla svolítið að skora þig að fara að hlusta aðeins meira á hjartaðitt. Af hverju? Bara þú hugsa ekki nógu vel um sjálf þig. Ég ætla alltaf ekki að hlusta á öklarn á mér. Það er nokkuð ljóst. Það er takk fyrir daginn. Þú ert að hlusta
hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Chinese Joplin ásamt fleiri góðum vinum munu blása til tónleika á Gamla Gauknum 5. 7. júní. Frítt inn og fáránleg tilboð á barnum. Það er ekkert annað sem kemur til greina. Hamborgarafabrikan fæst í Hagkaup. Nýjasta sósan frá Hamborgarafabrikunni er Bó-sósan. Ómótstæðileg sósa, hönnuð af Bó fyrir Hamborgarafabrikuna. Hamborgarafabrikan í Hagkaup. Thule og Náman kynna í samvinnu við Senu, Jeff Dunham og heimstúrin óspæri í höllinni. Náman, Thule og Sena. Við elskum grín. Í háskólanum á Bifröst vinnum við saman í litlum hópum, ekki stórum hjörðum. Þannig verða til sterkir einstaklingar, því þú tekur ekki allan dekkin með þér út í lífið. Háskólinn á Bifröst, lítil borg í Borgarfirði. FM 95 Blö á FM 957. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott er brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið.